fólk drukknaði í Héraðsvötnum og hann sjálfur sá vin sinn drukna fyrir framan sig og þess vegna fengum menn loksins brú 1925-26. Ég kynntist honum fyrst í lesumannaskóli í Kópavogi. Lærði aðeins hann, stór maður, kraftmikill, mjög skemmtilegur og barngóður, drakk svolítið mikið. Mjög frægur maður hér á svæðinu. Ég myndi segja frægasti ferjumaður landsins. Svo lærði ég hann að hann á loknum fyrirfór sér hér í Ósnum. Nákvæmlega það sem við stöndum hér. Það vakti margar spurningar í mér. Ég þurfti að fá að vita hvað gerðist í raun og veru og ég byrjaði að kafa dýpra inn í lífið hans og las hann eins mikið og ég gat og tók síðan ákvörðun að skrifa bók hann. Af því þetta er svo merkileg saga. Þessi maður var fullur af lífsgleði. Hann setti sjálfan sig alltaf aftast en hann var fyrir mörgum áföllum. Misti eiginkona, misti börn, vin og á endunum var hann svolítið brotinn og þreyttur og lúinn. Hann drekkir sér hérna? Já, hann var mjög mikið tengdur Ósnum. Hann gaf sér sjálfur nafni Ósmann